Landsvirkjun hefur reist 9 stórar virkjanir í Jökulám. Allar þessar virkjanir eru upp á hálendi eða við hálendisbrúnina. En Hvammsvirkjun er í byggð. Við þurfum að taka bara tillit til þess. Það er fólk býr hérna á bæjum í kringum þetta lón og þessa á. Og þetta er bara partur af lífi fólks, það er þessi á. Ofan á þetta bætist að sumum þykir að nærsamfélagið hafi haft helst til lítið upp úr uppbyggingu Landsvirkjunar síðustu áratugi. Fá störf séu til dæmis við virkjanirnar og megnið af raforkunni flutt í burtu. Ef það farið af stað með svona stóra framkvæmd, þá hlýtur það að eiga að bæta nærumhverfi íbúanna og það er ekkert í gögnunum sem að raunverulega vegur upp á móti þessu mikla inngripi inn í samfélagið sem að gera það verkum að skilir þið til búsetu batni. Hvers vegna viljið þið virkja akkurat þarna núna? Það er mjög einfalt ástæða. Það er því að Hvammsvirkjun er eini virkjanakosturinn okkar í Vatnsafli á Suðurlandi sem er í nýtingarflokki. Þetta er eina heimildir sem við höfum. Hvert fer rafmagnið? Það liggur ekki fyrir, það er ekki fyrir samningar. Við erum fyrst og fremst að horfa á þetta bara í almenna aukningu á markaðnum. En við getum líka stutt við til dæmis matvælavinnslu á Suðurlandi sem er mikill áhugi fyrir. Fiskeldi, gróðurhús, gagnaver. Ég áttum ekki alveg á því af því að þú hefur lýst yfir stuðningi við virkjunina, ekki satt. Þú talar samt að það skorti á ábata fyrir samfélagið hérna. Þú ert sveitarstjóri hér og oddviti, þér er treyst fyrir hagsmunum samfélagsins. Hvernig getur þá verið fylgjandi virkjuninni ef hún er ekki góð fyrir samfélagið? Ég held að það deili enginn það að virkjunin, það að afla meiri orku fyrir þjóðina í heild sinni er gott. Stóri þátturinn sem snýra þeirri gagnrýni sem ég er að tala er bara þessi misskipting. En sérðu þetta þá þannig að samfélagið hér sé þá að færa, ég veit ekki, einhvers konar fórn fyrir íslenskt samfélag almennt? Þjóðarbúið? Eins og þetta er í dag, þá er það augljóst að vera með því. Það var algjörlega augljóst.